Komið sæl og blessuð, kæru loftmerki. Ég ætla að byrja á ykkur núna og byrja á að lesa fyrir vatnsberann. Og í þetta sinn snýst lesturinn sambönd eða samskipti í ykkar lífi. Það getur verið ástarsambönd, vinarsambönd eða sambönd sem eru á einn eða annan hátt ráðandi hjá ykkur á jákvæðan eða neikvæðan hátt og þið viljið skoða aðeins betur og fá einhverja nánari útskýringar á. Já, þá bara byrjum við. Jæja, kæri vatnsberi. Það voru fyrstu spilin komin á borðið og það er greinilega einhver ákvörðun hér sem að þú þarft að taka varðandi samband í lífiðinu. Þetta getur verið eitthvað sem þú ert búin að vera að hugsa lengi. Það geta verið margir möguleikar sem að koma upp hjá þér og þú getur staðið frammi fyrir vali að fara í þessa átt eða í hina áttina. Þetta getur líka verið það að hreinlega að þú hafir fleiri en einn aðila í lífiðinu sem þú þurfir að svona huga að hvorum þeirra þú eigir að snúa þér. Það er allavega einhver tækifæri að banka upp á hjá þér og ef þú ert ekki að taka eftir þeim þá er þetta eiginlega bara spurning að þú svona breytir svolítið afstöðinni eða breytir fókusnum þínum eins og hér stendur og farir að horfa öðruvísi á hlutina, farir að horfa í aðra átt heldur en þú ert vanur, kæri vatnsberi. Eða breyta hérna eins og ég sagði einhvers konar afstöðu sem að þú ert með til þess að láta hlutina fara að flæða á ný og til að taka eftir þeim tækifærum sem eru í kringum þig. Ég held að það sé eitthvað hérna sem að þú ert að snúa baki við sem að við nánari skoðun kannski hefur eitthvað gott að geyma fyrir þig. Og það getur verið það getur verið að þú þurfir að hugsa málin svolítið upp á nýtt. Samskipti geta verið bara oft á tíðum ansi snúin og mér finnst þú vera svolítið einn, kæri vatnsberi, með þessar pælingar þínar. Hvert á ég að fara, hvorn aðilann á ég að, hvorum aðilanum á ég að sinna eða sýna áhuga, skulum við segja. Ef til vill ertu einn af þeim sem ert að leita samböndum á netinu eða í einhvers konar forriti. Og ert að ströggla með einhverja möguleika þar, þá er eiginlega bara sömu skilaboðin. Skiptum fókus, farðu og leitaðu einhvers staðar annars staðar eða skoðaðu einhverja aðra möguleika. Það virðist vera einhver hérna í lífiðinu sem að
hefur ef til vill valdið vonbrigðum eða hefur ekki verið með allan sannleikann upp á borðum í ykkar samskiptum, þó að hann hafi lagt sig fram og svona gert sitt besta miðað við hans aðstæður eða hans getu, skulum við segja. Það getur verið að sá aðili sé að reyna að leita aftur inn í umhverfið þitt, inn í þína nálægð, á kannski eftir að láta heyra í sér, því að það er eitthvað þar sem á eftir að koma upp á yfirborðið og þú mátt eiga von á einhvers konar meiri tjáningu en venjulega, að sá aðili sé tilbúinn til að opna sig og ef til vill ræða hluti sem að þið hafi ekki rætt fram að þessu. Þannig að það er ýmislegt hérna í gangi hjá þér, Vatnsberi, og ég fæ aftur þessa tilfinningu að það séu margir möguleikar. Kannski eru þeir of margir og kannski ruglar þetta framboð þig bara í rýminu. Þá er allt í lagi að bara, reynsa svolítið af borðinu og snúa sér eitthvað annað. En við skulum sjá, við eigum eftir að taka hérna fleiri spil. Fáum líka hérna aðeins meiri skilaboð þennan aðila sem hann nú þegar er búinn að reyna að ná athygliðinni. Ok, hér virðast vera að kvikna nýjar tilfinningar. Þú átt eftir þegar að fram í sækir, kæri Vatnsberi, að taka svolítið á honum stóraðinum, nýta þennan innri styrk sem að þú hefur í svo ríkum mæli, þennan andlega, huglega styrk, og ég sé þig taka ákvörðun hér og þú leyfir tilfinningunum að byrja að flæða. En síðan er svona tímabil framundan þar sem að ríkir ákveðin stöðnun og það er ekki kannski bara þín megin, heldur hjá hinum aðilanum líka. Því að þessi fjölbreytileiki sem ég talaði áðan og svo ég tali nú bara tæpitungulaust, það að vera með fleiri en einn í takinu, það eiginlega kann ekki góðri lukku að stýra. Og ég er ekki frá því að það sé svolítið þannig hjá hinum aðilanum líka. Þið virðist báðir aðilar standa í þeim sporum að þurfa svona velja úr einhverju line-upi, svo ég sletti nú aðeins, og eigið afskaplega erfitt með það og það veldur ykkur svona miklum heilabrotum. Þetta er kannski ekki besta leiðin til að hefja samband á, að vera óviss hvort þú hafið tilfinninga til hins aðilans eða hvort að þér finnist hann álitlegur kostur. Flestir vilja jú bara, hvað ég segja, að hinn aðilinn velji þá vegna þess að hann hrífst af þeim, en ekki vegna þess að hann sé einn möguleiki af mörgum. Það er smá svona tvískinnungur hérna og að því ég segi hlutina bara eins og þeir eru. Þú kannski veist þetta, kæri Vatnsberi, ef til vill færði þetta eitthvað á þig að heyra þetta,
En kannski er þetta ástæðan fyrir því að hlutirnir hafa ekki gengið á þann veg sem að þú hefðir óskað. Það er vegna þess að það er ákveðin tregða hérna út af þessu sem ég var að tala um, að aðilarnir eiga erfitt með að ákveða sig og að því að möguleikarnir eru ef til vill fleiri en einn. Ok, en ég sé stöðuna hreyfast allavega eitthvað áfram, síðan verður ákveðin bið. En við erum ekki hætt, sjáum hvað kemur núna í framhaldinu. Ok, kæri vatnsberi, ef til vill er það besta fyrir þig í stöðunni að sleppa takinu á þessum pælingum þínum, í bili allavega. Allavega sleppa öllu því sem að þér finnst vera að hindra þig eða halda þig niðri, og ég talaði áðan um að hreinsa borðið og byrja svolítið upp á nýtt. Það held ég að væri góður leikur fyrir þig. Gefa þig svolítið tíma til að hugsa málin í einrúmi, taka smá pásu, síðan muntu ná að svona að blómstra. Hinn aðilinn gæti verið að glíma við einhvers konar veikindi eða fíkn. Það er kannski partur af því sem að tefur hlutina líka. Hann þarf líka að huga sjálfum sér og byggja sig upp. Ef til vill er búið að ganga eitthvað mikið á í hans lífi, og það getur átt við báða aðilana, bæði þig og hinn aðilann hér í þessu tilviki. Og kannski eru þið bara á þeim tímapunkti að þið eruð hvorugir tilbúnir akkurat núna í nýtt samband eða í samband yfir höfuð. Mér sýnist hlutirnir gerast svolítið inn í framtíðina hjá þér, kæri vatnsberi. Það er ekki mikið að vera akkurat núna. Og það er einhver ástæða fyrir því. Það hefur verið að hægja aðeins á og fá þig til að líta inn á við. Og höldum aðeins áfram. Já, jafnvægi og þolinmæði eru hérna ráðleggingar til þín, kæri vatnsberi. Ná ákveðnu jafnvægi í lífið þínu. Þú ert kannski búin að vera að glíma við bæði eiginlega og óeiginlega ófrjósemi. Það er að segja að hlutir hafa ekki gengið sem skyldi í þínu lífi og einhvern veginn hafa hlutirnir ekki náða að frjóvgast, ef við segjum svo. Svo gæti þetta verið í eiginlegri merkingu líka að þú sért að spá í barneignir og slíkt, og það hafi heldur ekki gengið upp, eða eitthvað tengt því sem að svona hefur haft áhrif á þetta ferli. En mér sýnist bæði þú og hinn aðilinn standa svolítið í þeim sporum að vera að svona endurfæðast á vissu leyti, kasta af ykkur gömlum ham og vera að byrja upp á nýtt. Ef til vill eru þið báðir að koma úr gömlu sambandi, eða það hafa orðið einhverjar stórar mikla breytingar í ykkar lífi, og þið náið báðir aðilar að rísa vel upp úr því
og náið framförum í ykkar svona þroska og ykkar stöðu og komist á mjög góðan stað með ykkur sjálfa. En það þarf svo sannarlega þolinmæði af ykkar beggja hálfu til þess að til þess að sambandi fari af stað. Það virðist bara ekki vera tímabært eða vitulegt að það gerist akkurat núna. Hlutirnir gerast náttúrulega líka bara þegar þeir eiga að gerast. Það er bara þannig, og ef við mætum einhvers konar andspyrnu eða mótspyrnu og erum alltaf að reyna að þráast á móti henni, þá erum við svolítið að kannski að tefja ferlið meira heldur en orðið er. Ég skal ekki segja. En við ætlum aðeins að halda áfram áður en við lokum. Hér eru spil sem að tákna orkustöðvarnar, ykkar aðal orkustöðvar líkamans. Og þetta eru þær orkustöðvar sem að þarf að leggja áherslu á í þessu ferli. Og hvað þig varðar er það aðalega ennistöðin eða þriðja augað sem að svona hefur að gera með skynjun á orku, andlega skynjun þína. Þannig að ef til vill ættir þú að einbeita þér svolítið að því að efla innsæið þitt og efla svona þína andlegu tengingu og reyna að skoða hlutina frá fleiri hliðum heldur en bara því sem þú heyrir og sérð. Og að þetta á líka við hinn aðilann, og svo er það hjartastöðin sem hefur auðvitað að gera með líðan og tilfinningar, og það er einhvers konar heilun eða svona opnun sem þarf að eiga sér stað þar. Það finnst mér aðalega eiga við hinn aðilann. Og ef til vill er þetta partur af þessari umbreytingu sem ég talaði áðan, að þú og þið eruð að ganga í gegnum, og það getur verið að þarna séu einhver gömul hjartasár sem þarf að græða áður en að haldið er áfram í nýtt samband. En nú langar mig að draga hérna eitt spil fyrir þig. Það er að segja, hvað vilt þú segja hinum aðilanum? Það er spilið Not Today, eða ekki í dag. Þú ert í raun og veru að segja, ég er ekki tilbúin akkurat núna. Ég ætla að tala við þig seinna, ég er að ganga í gegnum sársauka, ég er ekki tilbúin í þetta samtal, eða ég er ekki tilbúin að hitta þig augliti til auglitis. Ég ætla að setja skýr mörk, eða ég er ennþá reið eða reiður, eða hef ennþá ekki jafnað mig eftir okkar síðustu samskipti, ef að það á við hérna. Þannig að þetta sýnir skýrt að þú ert ekki alveg tilbúin í þennan slag, þó að partur af þér kannski vilji það. Hvað vill hinn aðilinn segja við þig? Já, talandi hjartastöðina. Hann er að segja þér að hann sé að græða hjarta sitt. Hann sé laus úr erfiðu sambandi,
eða fíkn, laus úr viðjum fíknar. Þannig að hann greinilega, þessi aðili, búinn að vera að glíma við eitthvað sem hefur haft djúp áhrif á hann. Og þetta bara vinna sem að hann stendur í akkurat núna og að vinna hörðum höndum að því að í raun og veru verða tilbúin fyrir framhaldið á lífi sínu. Við tökum hérna eitt annað svona á þessum nótum. Þú segir hérna feeling stuck, það að segja ég svolítið föst eða fastur og þarf að ná að græða eða heila fortíðina til þess að fá það sem ég vil. Þetta getur átti við hinn aðilann líka. Og eitt annað hérna. Einhver að setja upp grímu og ekki að sýna svona sitt sanna sjálf og það getur verið bara sársauki sem býr að baki slíku. Hann ekki tilbúinn að feysa hlutina. Og svo það bara hérna lokaspilið sem ég ætla að taka, kæri vatnsberi, sem bara svona kærleiksrík skilaboð inn í þetta allt saman. Já, og það bara eiginlega stökk fram úr stokknum. Það bara þessi fallegu orð, ég elska þig. Vissulega kærleikur á milli ykkar, það fer ekkert á milli mála. En eins og staðan akkurat núna, þá virðast báðir aðilar þurfa að svona halda sig aðeins til hlés á meðan verið að hnýta lausa enda, græða sár og sinna sjálfum sér. Og það bara frábært því að þú ert ekki tilbúinn að vera í sambandi með öðrum nema að þú sért sjálfur heill. Eða það allavega það æskilegasta. Þá þakka ég bara innilega fyrir, kæri vatnsberi. Ég vona að þú hafi fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri eða að þú hefur allavega haft gaman á honum. Ljós og kærleikur.